Í íslenskri ferðaþjónustu starfa 30.000 starfsmenn í fjölmörgum fyrirtækjum land allt. Hvers vegna ætti þetta fólk að kjósa Framsóknarflokkinn í komandi alþingiskosningum? Vegna þess að við í Framsókn höfum mjög skýra stefnu varðar ferðaþjónustu. Við unnum að ferðamálastefnu sem til framtíðar til ársins 2030 og þar höfum við mjög skýra og framsækna framtíðarsýn fyrir íslenska ferðaþjónustu. Íslensk ferðaþjónusta mjög mikilvæg hagkerfinu okkar, 9% af landsframleiðslu, 33% af gjaldeyristekjum, þannig að þetta grunn atvinnugrein á Íslandi og við stöndum líka með ferðaþjónustunni vegna þess að hún skiptir svo miklu máli. Hvað ætlar Framsóknarflokkurinn að gera þegar kemur að sköttum og skyldum, sérstaklega varðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu? Ætlið að hækka eða lækka skatta á fyrirtæki í ferðaþjónustu? Við viljum frekar lækka skatta og búa til umhverfi þannig að það sé samkeppnishæft og við höfum til að mynda allan tíman talað algjörlega gegn því að hækka virðisaukann, það að segja, setja hann upp í efra þrepið vegna þess að þú ert alltaf að taka mið af því hvar standa hin ríkin sem við erum í samkeppni við og ef við tökum meðaltalið að virðisaukaskattinum í Evrópu þá hann 12%. Og ef við myndum hækka hann og setja hann í efra þrepið, þá mun það bara draga verulega úr samkeppnishæfni okkar. Samkeppnishæfnin skiptir íslenska ferðaþjónustu gríðarlega miklu máli. Hvað sérðu fyrir þér að gera til þess að efla og bæta samkeppnishæfni? Við tökum auðvitað sérstaklega á samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar í ferðamálastefnunni og þar auðvitað lykilatriði neytendamarkaðssetningin. Og við verðum að skilja það að ef það ekki heilsárs neytendamarkaðssetning þá drögumst við aftur úr og við erum þegar farin að sjá það í tölunum og þess vegna höfum við ákveðið að verja 200 milljónum núna í neytendamarkaðssetningu til þess að styðja betur við íslenska ferðaþjónustu og við höfum auðvitað líka skoðað þetta mjög vel í samanburði við Noreg, við Skotland og hvað eru að gera og heilsárs neytendamarkaðssetning, hún nauðsynleg. Þetta eru frábærar fréttir fyrir íslenska ferðaþjónustu. En varðandi aðra hluti varðandi rekstrarumhverfi greinanna, hvernig sér Framsóknarflokkurinn fyrir sér að efla og bæta það? Eitt af því sem fjallað í ferðamálastefnunni, það hvernig ætlum við að fara í gjaldtöku og hvernig á skattheimta og annað slíkt að vera. Við viljum auðvitað sjá að það sé sanngirni í skattlagningu á milli ferðaþjónustu aðila. Og við höfum verið að skoða það og það inn í ferðamálastefnunni hvort að við getum sett á laggirnar innviða eða náttúrugjald og dregið úr annarri skattheimtu til þess að allir þeir sem eru í íslenskri ferðaþjónustu sitji við sama borðið. Varðandi fyrirvara og ferðaþjónustuna, þá starfa greinin langt fram í tímann. Hvað finnst þér og ykkur í Framsókn eðlilegur fyrirvari þegar kemur að reglugerðarbreytingum eða skattabbreytingum eða slíku? Mér finnst að það þurfi að vera meiri fyrirvari en hefur tíðkast og ég sem ferðamálaráðherra barðist að sjálfsögðu fyrir því vegna þess að við vitum auðvitað að það verið að selja ferðir langt inn í tímann og við viljum ekki að rekstraraðilar í íslenskri ferðaþjónustu þurfi að einhvern veginn að bera þær breytingar þannig að ég hef barist fyrir því. Segjum svo að þú hittir kjósanda sem á leiðin á kjörstað, hann mögulega starfar í ferðaþjónustu. Hvað viltu segja við þennan aðila áður en að fyrir að kjósa? Þið getið treyst Framsókn fyrir ferðaþjónustunni. Við höfum mikinn metnað og skilning á greininni. Við skiljum efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustunnar og við viljum halda áfram að sækja fram fyrir íslenska ferðaþjónustu. Hjartans þakkir. Takk sömuleiðis.